Spaghetti carbonara, einn af mínum allra uppáhalds ítölsku pastaréttur, rosalega einfaldur og fljótlegur, ekkert nema egg, bacon, parmesanostur og smá rjómi. Pastavatnið er farið að sjóða, svo við skulum bara vinda okkur í þetta. Þá sjóðum við pastað. Lykilatriðið þegar maður er að sjóða pasta er að salta það vel. 30 grömm af salti fyrir 3 lítra, 10 grömm per lítir. Það gerir gott bragð af pastanum. Við notum spagetti frá rústikella, sem maður gera fyrir 2. Þannig að það er, ef ekki að segja, svona. Setjum það út í og látum það sjóða. Þetta er svo einfaldur og þægilegur réttur að við gerum ekkert annað en að opna ólífuolíuna, setja á pönnuna, pannan er orðin heit. Ég veit að þetta er góð ólífuolía, extra virgin, en mér finnst það bara betra. Svo baconið, það glemdist. Einfalt mál. Skerum baconið í stóra bita. Á Ítalíu nota þeir oftast pancetta eða guanciale, sem er svona þurrkað svínakjöt, aðeins meira verkað og unnið heldur baconið okkar. En það er ekki á hverju strái hérna á Íslandi, svo að við notum bara ekstra þykkt bacon. Byrjum að steikja það. Þegar það er til á pönnunni. Við þurfum ekkert að salta það. Nóg af salt í baconinu, það er fullt af salt í pastanum og svo legum við bara baconin að brúnast í rólegheitunum. Nú eru 3 mínútur eftir af pastanu, svo þá gerum við sósuna. Þá tökum við eggin. Hérna braut ég 2 egg og 1 eggerauðu. Auka eggerauðan gerir þetta svona aðeins meira rich og creamy. Færum þau saman. Mér finnst gott að setja smá rjóma. Og þegar ég segi smá rjóma þá meina ég bara örlítið. Það svona hjálpar eggjunum aðeins að koma saman og gerir bragðið kannski bara örlítið betra. Hérna þurfum við ekkert salt. Við þurfum eins og að nóga pipar. Setjum svolítið vel á honum og þegar við erum búin að því, þá setjum við parmesanin. Það er náttúrulega parmesanin kryddar í raun og veru saltar líka og við hrærum honum út í þessa sósu. Og þetta er sósan. Baconið, það er orðið huggulegt, slökkum undir því. Það er orðið vel stökkt og fínt eins og við viljum hafa það. Pannan og baconinu, hún þarf aðeins að kólna af því að hérna eru egg og þau megi ekki eldast, þau megi ekki verða skrömbluð. Þá erum við komin í vesen. En það sem við gerum þá næst, pastað er alveg að vera tilbúið. Skulum athuga hvernig því líður. Pastað er tilbúið. Við erum ekki að gera það of mikið, vegna þess að það fer núna út á þessa pönnu. Þannig að það þarf að vera svona aðeins minna en al dente. Svona er gott bragð af pastanu. Og það er fullt af olíu eftir baconið og ólífuolíuna sem við settum eftir á pönnunni. En það er allt í lagi. Pastavatnið, þegar pastavatnið blandast við olíuna, þá þykknar það og það verður svona aðeins huggulegri sósa. Við setjum kannski smá auka pastavatn af því að þegar eggin svo koma út í að þá þurfum við á því að halda svo að sósan verði svona örlítið huggulegri, skulum við segja. Leifum þessu aðeins að kólna. Smá meiri pipar. Má hafa alltaf vel að pipar í þessari sósu. Það kemur aldrei að sökka. Nú pannan er nógu köld. Og setjum eggin út í. Hellum, tökum pasta aðeins saman, látum helst eggin ekki fara beint á pönnuna. Og nú sjáum við hvað gerist. Pastað, af því að það er ekki alveg fulleldað, þá drekkur það í sig vökvann. Þetta er að verða ansi huggulegt. Rétturinn er bara kominn svona. Eina sem við eftir að gera. Setjum upp á disk. Tökum við bara, segjum bara að þetta sé vænn skammtur. Svona. Smá parmesan yfir. Smá pipar.
og eilítið touch af extra virgin ólífuolíu í lokin. Yndislegt spagetti carbonara tilbúið á 10 mínútum.